En þá það einkunnir fyrir Helenu og Goða. 6,2, 6,3, 6,3, 5,9 og 5,5. Þakka ykkur fyrir. Þá komin inn á gólfið hún Lilja Rós Jónsdóttir og Safír frá Götu, 11 vetra gamall, hann rauður skjóttur undan Farsali frá Litlagarði og Vöku frá Götu. Lilja Rós keppir fyrir Grindjána og þú gefur okkur greinilegt merki þegar þú hefur þína sýningu og gjörðu svo vel. Þá hann Lilja Rós komin til okkar. Hún ætla að sýna okkur ópinsnýganga tölti, krossganga feti, áttatölti, slagdöma tölt og slöngulínar á brokki. Og hérna byrja hún. Svona gangtegundin nokkuð góð og mjúk en svona vandar örlítið sníð og mikið sveigja í hálsi. Þannig að mætti svona gaman að hafa minna sveigja í hálsi og meira sníð og meiri sveigja í ból hestsins. Og svona aðeins ósáttur inn í æfinguna. Lagast svo aðeins í gegnum æfinguna. Já, þannig gengur það svo betur. Og hefur æfingin þá jákvæð áhrif, Já. Það er betra. Svona taumsambandi batnar og verður stöðura. Og líkamsbeitingin almennt. Tölti batnar. Bara flott hægtöld. Við svona fínt hægtöld, allan að kveld og svona. Já. Og mjúkt. Svona kannski, við erum búin að sjá svo mikið af flottum reistum hestum, hann kannski hjá sanngjarn samanburður en svona það ekki krafa það að þurfa að söfnun en náttúrulega bara til hækkunar ef að hestur myndi jafnvel vera framherri á töltinu. En gott hægtöld, einhvað síður. Slöngulínunar, nei hvað, 8? 8 á tölti. Breiðleiðin nokkuð fín, skiptingin gekk af mörguleiti fínt svona hvað hlíðajafnvægi varðar en hún vantar líka loka áttunni hér Hún hefur þurft að skipta einu sinni til hægri til að klára hana en svona svona örlítið hnöggrar í skiptingu einhvers það gengur svona stundum þegar maður ætlar að skipta sveigju þá koma smá hnöggrar á til en virkilega flott slagdumatöld Já, mjög flott heldur sér rosalega fallega og er mýkt og fasmikill á því og hún getur bara sleppur taumnum alveg sýtur rólega, hesturinn heldur hraða og Já, þetta er bara mjög flott Því svona flott útfærsla Einhver séu gott að hafa í huga ég held hún var náttúrulega ég misti hans að því að þið þurfa að sýna það að þetta voru miðju skamhlið Já Þannig að það krafa að hrossin haldi jafnvægi í gegnum beygjur og sveiðspori bara svona almennt gott fyrir að knappa hafa í huga ég held samt að hún hafi gert þetta rétt Þá sýnar hún okkur væntanlega krossganginn myndi ég giska Já Það átti kannski aðeins að afturparturinn fylgi betur. Já, mann dör lítið betur hlíðagangur í þetta ekki, þannig að myndi krossa betur afturbandin fylgja. Það sem kannski er jákvætt, það er svona bara stytting í hálsinum, allan á það, það koma hans meira svið núna að við erum að tala það. Hans betur hlíðagangur hér en vantar að hún skuli myndi svona eins afturparturinn og væri í beinni og afturparturinn myndi fylgja betur. Góð gangskipting hann upp í brokk. Þá hlætti hún að væntanlega sýna okkur slöngulína með giska. Sko það alltaf smá vesen með hægrisveginn og hann að leysa þetta hér en það kemur smá í raun og veru reisir hnakkan aðeins og verður aðeins leira taumsamband. Já. Til hægri, allan áðan, en við séum það hér að gekk mjög vel til vinstri hún leysti að betur hér líka, finnst mér til hægri núna og reiðleiðin góð Já. Nær rétta upp
en svona virkar Og örlítið það er svona mínúta, styrræð það til er hægri. mínúta. Var ekki góð gangskipting upp í stökk, ég misti það. Jú, hún var bara mjög góð. Býttu nú við, hún var bara að nota hringinn til að undirbúa stökkið sem er bara mjög gott. Góður á stökki. Og niður í kraftmikið flott tölt, svona. En áfram mitt. Já, Mjög jákvætt. Heldur góðu jafnvægi nokkuð í gegnum beigur held ég. Já. Tekur hérna langhliðina og þetta er bara flott greitt tölt. Heldur samt, já. En örlítið smá svona vandamál í taumsambandi Já, finnst svona- mér að skín í ég gegn. held að koma aðeins bara í gangskiptingun og litaði þá aðeins áfram Já. í töltið. Og það er tími. Þakka þér fyrir Lilja Rós og Safír. En Helena Rán og Góði hlutu fyrir sína sýningu 6,13.